Góðan dag, kæru sveitarstjórnarfulltrúar, starfsfólk og áheyrendur. Ég býð ykkur velkomin á fund sveitarstjórnar Borgarbyggðar nr. 238 og segi hér með fund settan. Mættir eru til fundarins aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eðvar Ólafur Traustason, Telma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Bjarni Bjarnadóttir, Sigrún Ólafsdóttir og sú sem hér stendur Guðvelind Eyglóadóttir. Varamenn í dag eru Þórður Brynjarsson í fjarveru Evu Margrétar Jónudóttir og Ragnhildur Eva Jónsdóttir í fjarveru Jóhanna Marínar Björnsdóttir. Starfsmenn fundarins eru Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs og Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri. Forseti óskar eftir að gera smávægilegar breytingar á auglýstri dagskrá en það kom þannig að eitt mál númer 7 og 12 á auglýstri dagskrá var sama mál, kom tvisvar inn þannig að það hefur verið fellt út og kemur því bara fyrir einu sinni á dagskrá. Og önnur mál kjölfarið færist því niður viðeigandi númer. En þá skulum við bara hefja dagskrá og venju samkvæmt það fyrsti liður á dagskrá sem er skýrsla sveitarstjóra og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að gjöra svo vel. Já, takk fyrir það. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, kæru íbúar Borgarbyggðar og aðrir áheyrendur. Vorið sannarlega komið í Borgarbyggð og dásamlegur dagur í Borgarnesi í dag. Páskarnir nýafstanir og vonandi höfðu þið öll tækifæri til þess að verja góðum stundum með ástvínum. Þetta misgott veður en annar í páskum. Svakaleg blíða. Bara sumarið skalla og kom bara á fullum krafti inn í líf og sál. Og svona að ganga, þá tók ég mig til að fór til góða göngutúr með stór fjölskyldinni í Borgarnesi, Hvanneyri og víðar. Og reyndar umferðin, og ég var mjög að hugsa til þess, umferðin, bæði gangandi og líka bara umferðin í gegnum sveitarfélagið. Ég held að hún svona ferðum enn frekar sannanum eitthvað sem að maður hafði góða tilfinningu fyrir áður og ég held að maður sé ekki að segja henni tíðind en að framundan sé verulega stórt sumar í íslenski ferðaþjónustu. Og ekki bara í ferðaþjónustunni, heldur líka bara í svona sumarbúsetu hér í sveitarfélaginu. Og opinberar spár segja líka að góða líkur sé á því að sumarið 2023 verði næststærsta frá upphafi hvað varðar fjölda erlendra gesta á Íslandi. Og í því held ég að felist gríðarleg tækifæri og mikil sóknarfæri fyrir okkur í Borgarbyggð, fyrir atvinnulífið okkar og fyrir íbúa almennt og gesti. Og ég hef stundum sagt það og ég bara segja enn og aftur að ég held að svona seinni bylgjan í túrismanum sem að skellur á okkur, hún eftir COVID, ég held að hún muni beinast til okkar. Ég held að við munum finna meira fyrir en heldur að margir aðrir staðir á Íslandi. Við höfum mikið að læra af þeim staðum þar sem að túrismin hefur verið enn stærri. En þetta er margt sem er svona, og ég held að áhrifin verði margslungin og ég held við getum gert margt til þess að undirbúa okkur fyrir áframhaldi fjölgun gesta. Ég held til dæmis að eitt þessar mikilvægasta verkefni mitt sem sveitarstjóra sé að svona leggja mitt af mörkum til þess að sveitarfélagið verði sem mest aðlaðandi að heimsækja, ekki það að ég sé endilega annarlega snyrtimenni eða snyrtipinni en ég held að svona allavega að við öll skulum leggja okkar að mörkum til þess að gestir sem hingað koma stoppi lengur, hafi meira við að vera, njóti lífsins jafnvel enn meira hér í sveitarfélaginu, já og auðvitað leið mér að segja eyði meiri pening í sveitarfélaginu okkar. Ég vona að þegar kynnt verður endurskipulagning Brákarbyggðar, Brákareyjar, þá munum taka með að þessu. Nú fyrir sveitarstjórn í dag liggur síðan að samþykkja framhald á samstarfi við arkitekta mótun og þróun á opnum svæðum í neðri bæ Borgarness. Markmið er að vinna þar með hugmyndir byggðar á ansi viðamiklum rannsóknum hvernig við getum skapað enn aðgengilegri og skemmtilegri bæ að heimsækja og auðvitað búa í sem er aðalatriði. En talandi neðri bæinn, sem betur fer hún framkvæmdir komnar á fullt eftir páska við Borgarbrautina og það er stutt í, mér er lofað að þessi stutt í að hóluna verði lokað. Og umferð opnuð á neðri hluta Borgarbrautar og í framhaldinu hefjast þá framkvæmdir við Borgarbraut frá
Skallagrímsgötu og upp að Böðvarsgötu. Við hjá sveitarfélaginu höldum áfram að þrýsta á að verkið gangi hratt og vel og vonandi klárast þetta allt saman í sumar og þá undan svona upphaflegri áætlun. Og auðvitað niðurstaðan verður svo, við verðum þá með uppfærða fráveitu, uppfærða hitaveitu og vatnsveitu í neðri bænum og nýtt lagnakerfi og nýtt yfirlag götu og gangstétta. Ég held að sé þetta ágætis lærdómur fyrir okkur að draga. Við hefðum getað gert enn betur í svona upplýsingagjöf til íbúa og það er eitthvað sem við tökum til okkur og reynum að vinna með, sérstaklega þegar við vinnum með seinni hluta framkvæmda. Nú, í sumar verður haldið áfram, svona sem talandi framkvæmdir, að í sumar verður haldið áfram uppbyggingu á strandstignum meðfram Borgarnesi. Ráðgert að framkvæmda að það sem ráðgert að fara í verður meðfram Dílakambtanga og að Kirkjugarðinum, svo fyrir neðan Kjartarsgötu og að íþróttasvæðinu, svo þetta bara framkvæmdir við gatnagerð og viðhald. Eitt sem mér langaði bara að nefna og maður nú alltaf reynir að vera sem mest peppaður og full ástæða til í sveitarfélaginu, en hluti af því að hafa huggulegt hjá okkur að sé ekki draslarlegt við heimili og fyrirtæki og framkvæmdareitum. Það því miður allt og algengt að rusl sé laust og fjúki við minnsta vind, svona þá sjaldan að blæsi okkar ágæta sveitarfélagi. Það bara grátlegt að horfa upp á plastrasl í trjám og kjarri í þessu fallega umhverfi. Þannig að höfum þetta í huga. Þessar mundir stendur síðan sveitarfélagi fyrir hreinsunarátaki og við hvetjum íbúa til að taka þátt og inn á heimasíðu sveitarfélagsins eru birtar upplýsingar og munu birtast upplýsingar hvar og hvenær gámar verða staðsettir fyrir garðaúrgang og svo framvegis og síðan bara ganga vel og ekki láta plastið fjúka. En við höfum líka gaman, ekki bara snyrtilegt og við erum núna að ganga frá samningum leigu á Grímshúsi sem að fyllist á vonandi af lífi í framhaldi af þeim endurbótum sem að leigutaki vill ráðast í en vonandi kemst eitthvað líf nú þegar í sumar. Þá núna helgina, við athygli á því að helgina rennur út frestur fyrir aðila sem vilja reka afþreyingu í einkunnum. Þannig að vonandi fáum við, þarna konir svona tveir staðir þar sem að tækifæri, enn frekar verður tækifæri til fyrir íbúa og gesti að gera sér glaðan dag. Ég var aðeins var við áhyggjur af framtíð dósamóttökunnar, svo ég vindi aðeins kvæði mínu kross í framhaldi af því að velferðarnefnd og byggðarráð bókuðu þá veru að Alda myndi segja sig frá núverandi fyrirkomulagi dósamóttöku og staðreyndin svo að starfsfólk Öldunar tekur vaxandi þátt í atvinnulífinu í Borgarbyggð og núverandi fyrirkomulag dósamóttöku dálítið barn síns tíma. Það stendur hins vegar ekki til að skerða þjónustu við móttöku dósa og hins vegar ætlum að breyta eitthvað fyrirkomulaginu. Og við ætlum ekki að segja alveg skilið Ölduna hvað þetta var því við leitum bara í þeirra reynslubanka og fáum leiðsögn frá þeim hvernig við útfærum þessar breytingar. Að öðru, en sem kunnugt þá hefur og var í fjölmiðlum til dæmis, þá hefur Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála ákveðið að hefja frumkvæðisathugun á gæðum barnaverndarþjónustu í sveitarfélaginu. Nú Gæða- og eftirlitsstofnun tiltölulega ný stofnun, hefur það til dæmis það markmið að taka á móti kvörtunum og ábendingum og safna upplýsingum með það markmiði að tryggja gæði í velferðarþjónustu þar með barnaverndarþjónustu. Nú umgjörð barnaverndarmála svona aðeins að henni, hún hefur tekið gríðarlega miklum breytingum á undanförnum árum og þær breytingar ekkert afstaðnar. Á sama tíma hefur það gerst að fjarlægð annarrar stjórnsýslu og kjöruna fulltrúa frá málaflokknum hefur sífellt aukist og í raun og veru algjörlega þegar kemur að einstaka málum. Ábendingar og kvartanir eiga að beinast til Gæða- og eftirlitsstofnunar og þangað hefur Borgarbyggð vísað þeim sem beinast slíkum erindum til sveitarfélagsins. Aðeins af þess að segja að Borgarbyggð mun og hefur þegar hafið gott samstarf við Gæða- og eftirlitsstofnun og það sameiginlegt markmið allra og allir einhuga það að athugunin verði til þess að efla barnaverndarþjónustu í sveitarfélaginu. Mér langar aðeins að víkja og ég held að sé kannski aðeins nauðsynlegt í tilefni af allri umræðunni sem nú fer fram fjármál og fjárhagsstöðu sveitarfélaga. Við höfðum væntingar það að leggja fram ársreikning til fyrri umræðu hér í dag en uppgjör félags sem við þurfum að reikna hlutdeild af, Faxaflóhafnir þessu tilviki, lá ekki fyrir þannig að reikningurinn í raun og veru bara klárast.
þessar mundir. Það hins vegar ánægjulegt að útlit fyrir að afkoman hafi verið umtalsvert betri heldur en síðustu áætlanir fyrir árið 2022 gerðu ráð fyrir. Nú, Borgarbyggð nýtur góðs af fjölgun íbúa, auknum útsvarstekjum og hærra framlagi frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Leið hefur okkur tekist að láta rekstrarkostnað hækka minna heldur en gjöld og það því útlit fyrir að afkoma sveitarfélagsins hafi verið réttum með yfir núllið og kannski útlit fyrir það að Borgarbyggð hefur eitt fárár sveitarfélaga með jákvæð afkomu á árinu 2022 þegar það verður gert upp. En við förum betur yfir umræðum fjármálin á næsta fundi sveitarstjórnar, en samt bara vildi nota tækifærið og þakka íbúum, starfsfólki og ykkur sveitarstjórnarfólki og bæði núverandi og fyrrverandi fyrir aðhaldssemi og aga í fjármálum. Ég veit að aðhaldið hefur haft áhrif á framkvæmdir í sveitarfélögum síðustu árin og það hefur til dæmis ekki verið sama fjölgun íbúa eða uppbygging mannvirkja eins og í sömum öðrum sveitarfélögum, sömum hverjum til dæmis þeim sem hafa verið í umræðu á undanförnu. En það vilji til þess að ráðast í talsverða uppbyggingu á næstu árum. Ég vil samt enn og aftur ítreka að þær fjárfestingar taki mið af fjármögnunarkjörum og fjárhagsstöðu fjármögnunarkjörum standi til boða og fjárhagsstöðu og öðrum aðstæðum í efnahagslífinu. Það er mjög mikilvægt að geta lagt af stað inn í fjárfestingar tímabil standandi á fjárhagslega traustum grunni og ég vona að uppgjörið muni sýna það. Önnur umræða varðandi fjárhagsstöðu sveitarfélaga snýr að jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Breytingar á regluverki þess sjóðs eða fyrirhugaðar. Þær breytingar hafa verið í umræðunni og ætti að segja að áhrifin á sveitarfélög virðast vera mjög mismunandi. Hvað Borgarbyggð áhrærir, þá virðast áhrifin hins vegar verða óveruleg. Þannig að ágætt að það því sé haldið til haga svona minnstakosti eins og þau áformin líti út í dag eða sú kynning sem fram hefur farið. Það biðu margir óþreyjufullir eftir fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Meðal annarra biðu óþreyjufull starfsfólk og lögreglan á Vesturlandi og slökkviliðsmenn og slökkviliðsfólk í Borgarbyggð. Mér finnst ánægjulegt að sjá í þessari annars aðhaldssömu áætlun, sérstaklega hvað framkvæmdir varðar, þá uppbygging á sameiginlegu húsnæði lögreglu og slökkviliðs í Borgarnesi í samstarfi við Borgarbyggð sett á dagskrá. Við viljum taka þann bolta á lofti og fá framkvæmdasýsluna með okkur í framkvæmdir og í raun og hefja undirbúningsvinnu sem allra fyrst. Nú áður en ég lýk máli mínu þá rétt að benda á að við verðum sjálfsagt flest annaðhvort andlega eða líkamlega stödd í Hveragerði í kvöld. Það ekkert sem að jafnast á við körfuboltatrilling í úrslitakeppni. Takk, körfuboltafólk. Og ég veit bara allir sem að koma að stjórn og öllu því. Þetta oft dýrmætt fólki sem að gefa sér tími í þetta, sjálfboðaliðarnir sem að halda þessu gangandi. Takk öll sem að komi nærri íþróttastarfinu og þessu tilviki körfunni. Takk fyrir að bjóða okkur upp á þetta. Og þetta heldur veislan áfram og auðvitað stefnan sett upp. Það voru í körfunni, það voru í fótboltanum, voru í Borgarbyggð, eins og boggifinu minn segir alltaf eftir að hafa landað stórum fiski og þegar þetta lífið. Ég auðvitað að gleyma ykkur, mörgu og miklu, en stiklaði hér á stóru og vona að við höldum áfram að vera góð hvert við annað inn í þetta fallega vor og fallega sumar. Takk fyrir mig. Takk fyrir sveitarstjóra fyrir góða yfirferð og skemmtilega. Þá skulum við vinda okkur í annan dagskrárliða á þessum fundi sem ber heitið kosningar í ráð og nefndir 2022 til 2026 með málsnúmerið 22.05.140. Þar erum við að fara yfir í rauninni nokkra tillögur að breytingu á skipan og fleira. Og það meðal annars Jóhanna Marín Björnsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð sem hefur óskað eftir tímabundinni lausn frá starfum sveitarstjórnarfulltrúa.
Þá lagt til að sveitarstjórn skipi Agnesi Óskarsdóttur, Svanhildi Svansdóttur og Sigfús Helga Guðjónsson sem fulltrúa í húsnefnd Lyngbrekku og að varamenn þar verði Sigurður Jóhannesson, Þórey Þorkelsdóttir og Ragnheiður Einarsdóttir. Þá lagt til að sveitarstjórn skipi Ásbjörn Pálsson, Aðalheiði Pálsdóttur og Sigríði Jónu Sigurðardóttur í kjörstjórn Lindatungu og að varamenn þar verði Jóhannes Jónasson, Þóra Sif Kópsdóttir og Guðmundur Margeir Skúlason. Þá það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 628 þar sem lagt til að skipað verði eftirfarandi fulltrúar, 3 fulltrúar í fulltrúaráðs Háskólans á Bifröst og þar lagt til að Þórunn Unnur Birgisdóttir, Helgi Eyleifur Þorvaldsson og Bjarni Bjarnadóttir verði skipuð sem aðalmenn og Guðveig Lind Eyglóadóttir skipuð sem varamaður. Þetta svona ýmislegt sem hefur bæði átt eftir að skipa og svo breytingar. En ég gef orðið laust undir þessum dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá óskar forseti eftir því að fá að bera upp þessar tillögur eða þess efnis að það verði kosið allar framkomnu tillögur samkvæmt þessum lið og gera sveitarstjórnarfulltrúar einhver athugasemd við það. Það samþykkt. Það samþykkt samhljóða. Þá ætlar forseti að lesa þetta upp. Sveitarstjórn samþykkir að veita Jóhönnu Marín Björnsdóttur tímabundið frá leyfi frá starfi sínu sem sveitarstjórnarfulltrúi til 1. janúar 2024. Ragnhildur Eva Jónsdóttir, næsti fulltrúi á D-lista, tekur sæti í sveitarstjórn Borgarbyggðar í fjarveru Jóhönnu. Þá það kosning í húsnefnd Lyngbrekku, framlögð tillaga að skipan fulltrúa í húsnefnd Lyngbrekku, aðal og varamenn. Aðalmenn Agnes Óskarsdóttir, Svanhildur Svansdóttir, Sigfús Helgi Guðjónsson og varamenn Sigurður Jóhannesson, Þórey Þorkelsdóttir og Ragnheiður Einarsdóttir. Þá það kosning í kjörstjórn Lindatungu og það framlögð tillaga skipan í kjörstjórn Lindatungu og aðal og varamenn. Aðalmenn Ásbjörn Pálsson, Aðalheiður Pálsdóttir og Sigríður Jóna Sigurðardóttir og varamenn Jóhannes Jónasson, Þóra Sif Kópsdóttir og Guðmundur Margeir Skúlason. Þá það kosning í fulltrúaráð Háskólans á Bifröst og framlögð tillaga skipun í fulltrúaráð Háskólans á Bifröst og aðal og varamenn og þar tillaga aðalmenn verði Þórunn Unnur Birgisdóttir, Helgi Eyleifur Þorvaldsson og Bjarni Láradóttir Bjarnadóttir og varamaður Guðveig Lind Eyglóadóttir. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða og ég óska þessu fólki til hamingju með þetta kjör og ég langar til þess að sérstaklega að bjóða Ragnhildi Evu Jónsdóttur velkomna til liðs við okkur hér sveitarstjórn og við okkur hlakkar allir til þess að vinna með henni. Hún samt sem ekki alveg ný, við höfum að sjálfsögðu inni með henni en svona formsins vegna. Þá við komin að 3. dagskrárlið sem ber heiti viðauki við fjárhagsáætlun 2023 með málsnúmeru 2304-017 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 630. Þar lagt fram undirbúningsskjal fyrir viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2023 og minnisblað vegna tillögu að viðauka 1 við fjárhagsáætlun ársins 2023. Í tillögunni gert ráð fyrir hækkun kostnaðar við skipulagsmál 10,5 milljón króna, hækkun kostnaðar við kynnisverð sveitarstjórnar 900.000, hækkun kostnaðar vegna samnings rekstur tjaldsvæðis á Varmalandi 2 milljónir króna, hækkun tekna vegna framlengingu samnings við Dalabyggð félagsþjónustu 2,6 milljónir króna, hækkun á greiðslum vegna upplýsingamiðstöðvar 1,1 milljón króna, hækkun launakostnaðar í grunnskóla Borgarness 16,2 milljónir króna, lækkun launakostnaðar í grunnskóla Borgarfjarðar 3,9 milljón króna og hækkun kostnaðar vegna samnings vegna lóðamála 7,6 milljónir króna. Þessum auka kostnaði verði mætt með lækkun á liðnum óreglulegir liður 15 milljónir króna og öðrum með lækkun á handbæru fé. Og þessu var vísað til endanlegrar afgreiðslu sveitarstjórnar og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Lögð fram tillaga viðauka 1 við fjárhagsáætlun ársins 2023. Í tillögunni gert ráð fyrir hækkun kostnaðar við skipulagsmál 10,5 milljónir króna, hækkun kostnaðar við kynnisverð sveitarstjórnar 900.000, hækkun kostnaðar vegna samnings rekstur tjaldsvæðis á Varmalandi 2 milljónir króna,
hækkun tekna vegna framlengingar samnings við Dalabyggð félagsþjónustu 2,6 milljónir króna, hækkun á greiðslum vegna upplýsingamiðstöðvar 1,1 milljónir króna, hækkun launakostnaðar í grunnskólanum í Borgarnes 16,2 milljónir króna, lækkun launakostnaðar í grunnskóla Borgarfjarðar 3,9 milljónir króna og hækkun kostnaðar vegna samnings vegna lóðamála 7,6 milljónir króna. Þessum auka kostnaði verið mætt með lækkun á liðnum óreglulegi liðir 15 milljónir króna og öðru með lækkun á handbæru fé og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 4 sem ber heitið kennslukerfi LearnCove með málsnúmerið 23.02.062 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 629 og þar var framlagður samningur við LearnCove nýtingu hugbúnaðarlausna til að miðla þjálfun og efni til starfsmanna og samstarfsaðila. Byggðarráð samþykkir samhljóða framlögð drög að samningi við LearnCove og felur sveitarstjóra að fullvinna og skrifa undir með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfesti samningu við LearnCove nýtingu hugbúnaðarlausna til að miðla þjálfun og efni til starfsmanna og samstarfsaðila dagsetta 9. mars 2023 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 5. lið á dagskrá sem ber heitið verkefni vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis með málsnúmerið 21.11.023 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 629 og þar er framlagt tilboð frá Íslenska gámafélaginu og Terra í ílát vegna innleiðingar 4. tunnunar við sérbýli og byggðarráð samþykkti samhljóða að taka tilboði lagsbjóðenda, það er að segja Íslenska gámafélagsins. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu á bókun byggðarráðs frá fundi 629 og sem framfór 30. mars 2023 kaup á ílátum vegna innleiðingar 4. tunnunar við sérbýli og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 6. liður á dagskrá ber heitið umsókn samstarfssamninga vegna hátíða jólagleði á Hvanneyri 2023 með málsnúmerið 22.12.190 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 629 og þar samþykkti byggðarráð samhljóða framlagðan samning og felur sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagðan samstarfssamning vegna hátíða við íbúasamtök Hvanneyrar og nágrennis dagsettan 28. mars 2023 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá ber heitið framtíðaruppbygging á og við svæði Golfklúbbs Borgarnes með málsnúmerið 22.11.074 og það er tillaga greinargerð og gerð grófs uppdráttar að framtíðarsýn fyrir Hamarsvæðið sem hluta af vinnu starfshóps framtíðaruppbyggingu við svæðið samanber afgreiðslu byggðarráðs frá 15. desember 2022. Og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 629. Þar samþykkti byggðarráð samhljóða framlaga tillögu kostnaðarþátttöku Borgarbyggðar vegna vinnu við greinargerð og uppdrátt með fyrirvara heimild í fjárhagsáætlun. Sveitarstjóra falið að kanna og gera tillögu að viðauka ef þarf og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson óska eftir að kveða sig hljóðs. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Þetta verkefni sem við erum að fara að samþykkja að taka þátt í er mjög spennandi verkefni fyrir mjög mikilvægan stað í sveitarfélaginu sem að golfklúbburinn er og Hamarssvæðið allt er mjög mikilvægt fyrir sveitarfélagið. Þarna fáum við mikið af gestum og því mjög mikilvægt að við séum með skýra sýn það hvert við ætlum að stefna með það svæði og því fagna ég því mjög í rauninni framtaki golfklúbbsins. Það var í
þeir sem að óskuðu eftir því að fá samtal við sveitarfélagið og koma með þessa tillögu að við færum sameiginlega í það að móta framtíðarsýn, en að ég fagna þessu verkefni mjög að við tökum þátt í því og berum mikla væntingar til þess að það skili góðu svæði ennþá betra. Takk fyrir það, Sigurður. Við tökum heils hugar undir það að þetta Hamarsvæði hjá okkur í rauninni bara svona perla sem hefur svolítið vaxið og þetta bara óbærslega flott svæðið orðið og getum verið stolt af því. Kannski ágætt að taka fram að þessi kostnaðarþátttaka þetta ríflega 500.000 krónur sem ræðir, en orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Það ekki fleiri sem kveða þessu hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs kostnaðarþátttöku borgarbyggðar á grundvelli framlagðra tillögu ódagsetta vegna vinnu við greinargerð og uppdrátt að framtíðarsýn fyrir Hamarsvæðið. Búið að gera ráð fyrir fjármagninni í fyrsta viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2023. Og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá það 8. liður á dagskrá sem ber heitið tímasetning byggðarráðsfundar í Dymbilvikum með málsnúmeri 23.03.273 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 629 og þetta kann kannski að hljóma einkennilega að samþykkja eitthvað sem hefur þegar átt sér stað en bara formsins vegna til þess að fylgja samþykktu þá gerum við það og það var svohljóðandi afgreiðsla í byggðarráði. Næsta vika Dymbilvika og fellur 50 á skírdag. Erindi til byggðarráðs tímasetningu næsta fundar. Byggðarráð samþykki samhljóða næsta fundi byggðarráðs skulu fara fram þriðjudaginn 11. apríl kl. 8:15 og þessi fundur að sjálfsögðu búinn, ágætur fundur, en ég gef orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður þessu hljós og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja staðfesta þessa afgreiðslu byggðarráðs að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá við komin að dagskrárlið númer 9 sem ber heitið Göngur og réttir 2023 og leggið nú við hlustir. Afgreiðsla fjallskilanefndar Þverárréttar af 67. fundi nefndarinnar 1. mars. Fjallskilanefnd Þverárréttar óskar eftir heimild til að flýta leitum 1 viku haustið 2023 og verði því aðra helgina í september. Breytingin samkvæmt 15. grein fjallskilasamþykktar 8. lið þannig að leitatími breytist á svæðinu og færast allar leitir fram 1 viku. Fyrstu leitir hefjast á aðra helgina í september. Óskað eftir staðfestingu sveitarstjórnar og að sveitarstjórn leggi tillöguna fyrir stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepp til ákvörðunar. Greinargerð í fjallskilasamþykkt kemur fram að tímasetning leita á svæði upprekstra Þverárréttar laugardagur og sunnudagur sem falla á tímabilið 12. og 13. til 18. og 19. september og fyrstu Þverárréttar mánudagur sem fellur á tímabilið 14. til 20. september sem þýðir að leitir færast til eftir því hvernig á dagatalinu stendur. Nú þegar sauðfjárbændur fá ekki mikið fyrir afurðir sínar skiptir máli að hægt sé að farga lömbum snemma í september þegar meira borgað fyrir hvert kíló af kjöti. Þá skiptir máli hvenær mánaðarins leitir samsagt vegna dagsburtu en þar getur munað nokkru milli helga. Nefndin telur eðlilegt að leitatími verði festur í sessi svo farið verði í leitir í framtíðinni aðra helgina í september öll ár og telur nefndin æskilegt að sú breyting verði gerð á fjallskilareglugerð næst þegar hún verður uppfærð. Afgreiðsla fjallskilanefndar Hítardalsréttar af 35. fundi nefndarinnar. Rætt að flýta leitum og réttum 1 viku. Óskað eftir að sveitarstjórn fari fram á þessa breytingu við stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepp. Breytingin í samræmi við 15. grein fjallskilasamþykktar C-liður. Leitartími breytist á svæðinu vestan Norðurár og Saldalsár að Hítará þannig að öllum 3 leitum verður flýtt 1 viku. Nefndin telur eðlilegt að leitatími verði festur í sessi svo farið verði leitir í framtíðinni aðra helgin í september
öll ár og telur nefndin æskilegt að sú breyting verði gerð í fjallskilasamþykkt næst þegar hún verður uppfærð. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, ég ætla nú ekkert að vera á móti þessu og ég sé nú stundum mótfallin ýmsu. Þá vil ég bara taka undir með fjallskilanefndunum að festa til dæmis aðra helgi í september við endurskoðun á fjallskilasamþykktum. Þannig að það þurfi nú ekki að fara að gefa, svo að sé hægt að sleppa því að gefa okkur sveitarstjórnarfulltrúum tækifæri til þess að rífast það hvort að eigi að rétta 12., 14. eða 15. september. Þannig að ég tek bara undir með þessu nefndum að þetta gangi í gegn. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigurður. Tökum undir það. Orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Og það ekki fleiri sem vilja tjá sig og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti að flýta leitum 1 viku haustið 2023 á starfssvæði Þverárréttar, samanber bókun fjallskilanefndar Þverárréttar af 67. fundi nefndarinnar. Sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti að flýta réttum 1 viku haustið 2023 á starfssvæði fjallskilanefndar Hítardalsréttar, samanber bókun nefndarinnar 35. fundi nefndarinnar. Afgreiðsla sveitarstjórnar verður send til stjórnar fjallskilaumdæmis Akraneskaupstað, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps til ákvörðunar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt. Já, það þá samþykkt með 8 atkvæðum og 1 situr hjá. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið sem ber heitið Sorphirðusamningur 2017-2022 með málsnúmeri 2202-076 og það afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 45 þann 27. mars 2023. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til í bókun við sveitarstjórn að framlengja sorphirðusamningi 1 ár, samanber ákvæði útboðsgögnum og verksamningi og endanlegri afgreiðslu vísa til sveitarstjórn til samþykktar. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu á bókun umhverfis- og landbúnaðarnefndar af 45. fundi nefndarinnar og samþykkir að framlengja sorphirðusamningi 1 ár, samanber ákvæði útboðsgögnum og verksamningi. Og bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá ber heitið aðalfundur Menntaskóla Borgarfjarðar EHF 14. apríl 2023 með málsnúmeri 2303-045. Það framlagt fundaboð á aðalfund Menntaskóla Borgarfjarðar sem verður haldinn þann 14. apríl næstkomandi og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 629 þar sem fundaboðið var framlagt og sveitarstjóra falið að mæta á fundinn með atkvæði sveitarfélagsins. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs frá fundi 629. fundi og sveitarstjóra falið að mæta á fundinn fyrir hönd Borgarbyggðar með atkvæði sveitarfélags. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. lið á dagskrá sem ber heitið Breiðabólstaðir 2 í Reykholtsdal, landnúmer 1864-88, íbúðabyggð, breyting á aðalskipulagi og málsnúmeri 2202-090 og það afgreiðsla frá fundi 52 í skipulags- og byggingarnefnd og þar segir í bókun nefndarinnar: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin tekur til stækkunar á þéttbýli í Reykholti, breyta á landnotkun á 35 hektara landi Breiðabólstaðar 2 úr landbúnaði í íbúðabyggð og opið svæði. Athafnasvæði A1 fellt niður.
Núverandi íbúðasvæði er stækkað úr 2,3 hektara í 28,6 hektara og skilgreind eru 3 opin svæði. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 32. grein skipulagslaga. Breytingin tekur til stækkunar á þéttbýli í Reykholti. Breyta á landnotkun á 35 hektara landi í Breiðabólstað 2 úr landbúnaði íbúabyggð og opið svæði. Athafnasvæði A1 er fellt niður. Núverandi íbúðasvæði stækka úr 2,3 hektara í 28,6 hektara og skilgreind eru 3 opin svæði og ég bið fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða og ég forseti bara kannski að nefna það að hér er í rauninni svona svolítið mikla og stóra breytingar að það sem geta haft svona til lengri tíma mikil áhrif á íbúafjölda í sveitarfélaginu en ef að þessi áform ganga eftir að þá gætu við verið að sjá þarna svæði sem að 300-400 íbúar gætu búið á. Þannig að þetta er ánægilegt og það er gaman að fylgjast með þessu verkefni. 13. liður ber heiti Breiðabólstaður 2, landnúmer 186488 deiliskipulag með málsnúmeru 2211-233 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 52 og það segir í bókun nefndarinnar Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga tillögu samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123 frá 2010 með þeim breytingar sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Auglýst var breyting á aðalskipulagi samhliða. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að svara framkomnum athugasemdum. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga deiliskipulagstillögu fyrir Breiðabólstað 2 í Reykholtsdal, Reykholtsbyggð samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 23 frá 2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkir framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 14. lið á dagskrá sem ber heiti Mælimastur Grjótháls, breytingar á aðalskipulagi, málsnúmeru 2303-282 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar, númer 52. Þar segir í bókun nefndarinnar Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar sem felst í að heimila tímabundið mælimastur til 12 mánaða á Grjóthálsi í landi Sigmundarstaða. Breytingin í gerð samkvæmt 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Niðurstaðan skal auglýst og breyting send skipulagsstofnun til staðfestingar og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga. Breytingin felst í að heimila tímabundið mælimastur til 12 mánaða á Grjóthálsi í landi Sigmundarstaða. Niðurstaðan skal auglýst og breytingin send skipulagsstofnun til staðfestingar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það eru 8 sem samþykkja, einhver sem kann að vera á móti og það er 1 sem situr hjá. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið sem ber heitið Framkvæmdir við tjaldsvæðið Varmalandi með málsnúmeru 2211-10-2 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 628. Þar eru framlögð drög að viðauka við samkomulag við Landmerki rekstur tjaldsvæðis á Varmalandi. Byggðarráð samþykkti fyrir sitt liti framlegan viðauka og felur sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir viðauka við samkomulag við Landamerki rekstur tjaldsvæðis á Varmalandi dagsettan 23. mars 2023. Gert er ráð fyrir fjármögnun verkefni í viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2023 sem hefur verið samþykkt hér að framan. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Forseti óska eftir að gera fundarhlé.
Takk fyrir það. Þá hefur forseti dagskrá aftur og búið að laga ljósin hérna sem voru á truflana. En það 16. dagskrárliður sem ber heitið aðalfundur Veiðifélags Langár 25. mars 2023 með málsnúmeri 2303-041 og það afgreiðsla frá fundi byggðaráðs númer 628 þar sem fundabóð aðalfund Veiðifélags Langár var lagt fyrir á nýjan leik. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðaráðs á fundi númer 627 og Einari Óli Pedersen falið að fara með umboð sveitarfélagsins á aðalfundunum og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 17 sem ber heitið breyting á stjórn nemendagarða MB með málsnúmeri 2303 11.5 og það afgreiðsla frá fundi byggðaráðs númer 628. Sigurður Guðmundsson hefur óskað eftir lausn frá stjórnarsetu í nemendagörðum Menntaskóla Borgarfjarðar og lagt til að skipa Jóhönnu Marín Björnsdóttur í hans stað og Bjarnheiði Bjarnadóttur sem varamann. Byggðaráð þakkar Sigurði gott samstarf og samþykkir skipan Jóhönnu Marínar Björnsdóttur í stjórn nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar og Bjarnheiði Bjarnadóttur sem varamann. Ég gef orðið lausn þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að veita Sigurði Guðmundsssyni sveitarstjórnarfulltrúa lausn frá stjórnarsetu í nemendagörðum Menntaskóla Borgarfjarðar. Framlögð tillaga að skipa Jóhönnu Marín Björnsdóttur sem aðalmann í stað Sigurðar Guðmundssonar og Bjarnheiði Bjarnadóttur sem varamann í stjórn nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 18. lið á dagskrá sem ber heitið Grunnskóli Borgarfjarðar, Kleppjárnsreykjadeild, framkvæmdir á skólahúsnæði með málsnúmeri 2104-092 og það afgreiðsla frá fundi byggðaráðs númer 628 og þar segir í bókun afgreiðsla byggingarnefndar viðbyggingar GBF á 10. fundi nefndarinnar 21. mars 2023. Byggingarnefnd samþykkir endanlega verksamninga við arkitekta og landslagshönnuði og verkfræðihönnuði fyrir sitt leyti og vísa til byggðaráðs til endanlegra samþykktar. Byggðaráð samþykkir framlagða verksamninga við arkitekta og landslagshönnuði og verkfræðihönnuði fyrir sitt leyti, felur sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Og ég gef orðið lausn þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða verksamninga við arkitekta, landslags- og verkfræðihönnuði vegna framkvæmda við Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum og felur sveitarstjóra að undirrita samninga og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Og það sérstaklega ánægilegt að þetta verkefni sé komið á þennan stað og við séum svona kannski formlega búin að hefjast handa við verkið. 19. liður á dagskrá ber heitið samstarf óhagnaðardrifið íbúðarhúsnæði með málsnúmeri 20.03.174. Það má kannski segja að nafnið á þessum dagskrárlið sé kannski ekki beint lýsandi en forseti skýrir það kannski betur. Það afgreiðsla frá fundi byggðaráðs númer 627 en það framlagður samningur við Hoffell EHF og Borgarskjól EHF endurgreiðslu og afmáningu kaupsamning úr þinglýsingabók vegna íbúðar við Brákasund 5. Byggðaráð samþykkir framlagðan samning og vísa til fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlagðan samning við Hoffell EHF og Borgarskjól EHF ódagsettan endurgreiðslu og afmáningu kaupsamnings úr þinglýsingarbók dagsettan 30.12.2022 vegna íbúðar við Brákasund 5 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Og kannski bara forseti gefur frekari upplýsingar. Hér að ræða íbúð sem varð eldi að bráð sem sveitarfélagið hefði keypt og hefur nú rift þeim samningi og fengið íbúðina fullu endurgreidda.
Þá erum við komin að 20. liða dagskrár sem ber heiti erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis, breyting og endurskoðun fjallskilasamþykktar með málsnúmer 23.03.031. Sveitarstjórnarfulltrúi Ragnhildur Eva Jónsdóttir hefur óskað eftir að víkja af fundi undir þessum dagskrárlið. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 627 og það er framlagt erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaustar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepp dagsettur 7. mars 2023 þar sem óskað er eftir heimild sveitarstjórnar til að hefja vinnu við breytingu og endurskoðun á fjallskilasamþykkt nr. 683 frá 2015. Byggðarráð samþykkir fyrir sitt leyti erindi stjórnar fjallskilaumdæmis Akraneskaustar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepp og vísar fullnaðarafgreiðslu til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaustar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepp dagsettan 7. mars 2023 þar sem óskað er eftir heimild sveitarstjórnar til að hefja vinnu við breytingu og endurskoðun á fjallskilasamþykkt nr. 683 frá 2015. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Forseti leggur nú bara til að þessi stjórn, það væri fundið eitthvað svona skammstöfunarnafn á þessa stjórn. Þá er sveitarstjórnarfulltrúi Ragnhildur Eva Jónsdóttir aftur komin inn á fundin og við tekur dagskrárlið nr. 21 sem ber heitið aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga OHF 31. mars 2023 með málsnúmeri 23.03.071 og hér að ræða afgreiðslu frá fundi byggðarráðs nr. 627 og það svo áður að hér að ræða fundaboð á fund sem hefur þegar verið haldinn en við afgreiðum þetta formsins vegna. En það fundaboð á aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga sem var haldinn 31. mars og það sem sveitarstjórn var falið að fara með atkvæðisrétt fyrir hönd Borgarbyggðar. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs frá fundi frá 627. fundi og felur sveitarstjóra að fara með atkvæðisrétt Borgarbyggðar á fundinum og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og hér annar fundur sem liðinn, það er dagskrárliður nr. 22, það er aðalfundur Reiðhallarinnar Vindási 2023 með málsnúmeri 23.03.047 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 627. Það er framlagt fundaboð á aðalfund Reiðhallarinnar Vindási 22. mars 2023. Fundaboð lagt fram og Davíð Sigurðssyni falið að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu frá fundi 627 í byggðarráði og felur Davíð Sigurðssyni að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins á fundinum. Og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhliða. 23. liður á dagskrá ber heitið aðalfundur Veiðifélags Álftar 1. apríl 2023 með málsnúmeri 23.03.067 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 627. Framlagt fundaboð á aðalfund Veiðifélags Álftar á Mýrum sem haldinn verður þann 1. apríl 2023. Fundaboð framlagt byggðarráð felur Sigurði Arilíussyni að fara með atkvæði sveitarfélagsins á aðalfundinum. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður þessu hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu frá fundi byggðarráðs nr. 627 og felur Sigurði Arilíussyni að fara með atkvæði sveitarfélagsins á aðalfundi Veiðifélags Álftar á Mýrum. Við bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 24. liður á dagskrá ber heitið aðalfundur Gleipnis 2023 með málsnúmeri 23.03.088 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 627. Fundaboð á aðalfund Gleipnis 20. mars 2023 og á stefnumót í kjölfar aðalfundar þar sem framtíðarsýn samstarf og stefna nýsköpunar og þróunarsetursins verður til umræðu. Fundaboð framlagt byggðarráð felur sveitarstjóra að fara með atkvæði sveitarfélagsins á aðalfundinum. Og ég gef orðið laust undir þessum dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu biðarans frá fundi 627 og felur sveitarstjóra að fara með atkvæði sveitarfélagsins á aðalfundi Glitnis og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 25 sem ber heiti Smoothies rannsóknarverkefni, þéttbýlisgreining með málsnúmeri 21.05.052 og það er afgreiðsla frá fundi biðarans númer 630 og það er framlögð tillaga samningi ráðgjöf og hönnun vegna almenningsrýma í Neðri bæ Borgarness. Tillaga framlögð biður á felur sveitarstjóra að ganga til samninga á grundvelli hennar með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Biður að þau væntingar til þess að tillagan verði mikilvægur grundvöllur frekari þróunar Neðri bæjar Borgarness sem styrki mannlíf og menningu og gerir sögu byggðar í Borgarnessi hátt undir höfði. Fjármögnun vísar til vinnu við nýtt aðalskipulag og viðauka við fjárhagsáætlun. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir tillaga að bókun svohljóðandi. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun biðarans frá fundi númer 630 að ganga til samninga ráðgjöf og hönnun vegna almenningsrýma í Neðri bæ Borgarness við Alternans SLF arkitektur og skipulag á grundvelli tillögu að samningi varðandi ráðgjöf og forhönnun dagsettan 23. mars 2023. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram og gert ráð fyrir fjármögnun verkefnisins í viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2023 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og forseti vill nefna það að hér svona spennandi verkefni að ræða sem snýra þessu svæði frá Skallagrímsgarði og rauninni niður að Brákarey og þetta íbúar eiga eftir að fá frekari kynningu og svona óskir þáttöku í þessu verkefni sem verður kannski verður gaman að fá taka þátt í að fegra hérna hluta á Neðri bænum og kannski bara í svona svolítið tengslum við þá vinnu sem fyrirhugað að fara út í Brákarey. En þá erum við komin á 27. liða dagskrár sem ber heitið útboð vegna reksturs tjaldstæða 2020 og það er málsnúmerið 2011-021 og það er afgreiðsla frá fundi biðarans númer 630. Samkvæmt verðfyrirspurnargögnum og verksamningi byggðum á þeim sem samþykkt var að fundi sveitarstjórnar 1.3.2021 var samningur rekstur tjaldstæðis í Borgarnesi gerður 2 ára en heimilt að framlengja samningnum í 1 ár alls 2 sinnum. Lagt til að samningur við landamerki rekstur tjaldstæðis í Borgarnesi verði framlengdur 1 ár. Byggðar að heimila sveitarstjóra að framlengja samningi við landamerki rekstur tjaldstæðis í Borgarnesi í 1 ár. Við ekki varðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að framlengja samningu við landamerki rekstur tjaldstæðis í Borgarnesi 1 ár í samræmi við heimild í verðfyrirspurnargögnum og verksamningi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá sýnist mér að við séum komin að síðasta afgreiðslulið og það er dagskrárlið númer 27 sem ber heitið stjórnsýsluskoðun vegna ársins 2022 með málsnúmeri 22.03.133 og það er afgreiðsla frá fundi biðarans númer 630 og það er framlögð skýrsla KPMG stjórnsýsluskoðun borgarbyggðar 2022. Skýrslan lögð fram og eins og segir í bókum byggðarins brugðist verður við athugasemdum að því leyti sem það er ekki þegar búið. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun framlögð skýrsla KPMG árlega stjórnsýsluskoðun borgarbyggðar 2022. Við bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að áfanga 2 á þessum fundi sem eru fundagerðir og það er fyrst dagskrárlið númer 28 og það er fundagerð frá fundi byggðarráðs númer 627 og ég gef orðið laust þessa fundagerð. Sigurður Guðmundsson hefur óskað eftir að kveðja sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti,
sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og áheyrendur. Ég kveð mér hljóðs undir lið 29.5 og þar var heimsótt okkur tilvonandi tilvonandi slökkviliðsstjóri og ég vil nota hér tækifærið og óska Heiðar Erni Jónssyni til hamingju með nýtt starf og óska honum góðs gengis sem slökkviliðsstjóra Borgarbyggðar og jafnframt vil ég þakka Bjarna K. Þorsteinsyni fyrir langt og gæfuríkt starf sem slökkviliðsstjóri Borgarbyggðar. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Ég held að við tökum öll undir það. Við höfum verið gríðarlega heppin með mannauð hérna hjá okkur og Bjarni, eins og við þekkjum við Bjarni Þorsteinsson síðan að byggja þetta glæsilega starf sem hefur verið hér í Borgarbyggð síðustu áratugi og það er ekki slæmt fyrir nýjan slökkviliðsstjóra að fá að hafa Bjarna við hlið sér þegar hann hefur sína fyrstu mánuði ári í starfi og ég tek undir óskir gott samstarf og óska þeim til hamingju og bestu þakkir til Bjarna. Orðið er ennþá laust undir þessari fundargerð. Það er ekki fleiri sem kveða svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Það er 29. liður á dagskrá. Það er fundur byggðarráðs númer 628 og ég gefi orðið laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst svo fundargerð framlögð. Þá er það dagskrá númer 30, það er dagskrá byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundur númer 629 og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Sigurður Guðmundsson hefur óskað eftir kveðja sér hljóðs, gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég kveð mér hljóðs undir tveimur liðum. Fyrst 31 og það er drög að ársreikningi Borgarbyggðar. Drögin voru lögð fram en eru ekki endanlegur reikningur þar sem að ársreikningur Faxaflóahafnar lá ekki fyrir og því ekki hægt að setja hlutdeild Borgarbyggðar í ársreikningin. En drögin að ársreikningnum sýna niðurstöður ársins og það er mjög ánægjulegt að sjá að rekstur sveitarfélagsins Borgarbyggðar er traustur og niðurstöð ársins er að hagnaður sveitarfélagsins er 260 milljónir án áhrifa Faxaflóahafna. Þetta er verulega góða fréttir og allt aðrar fréttir hjá okkur heldur en mörgum öðrum sveitarfélögum á landinu og því taldi ég rétt að minnast á það. Og þetta er, ég ætla nú ekkert að fara í frekari greiningar á því að sinni og læt því nægja umræðunum þennan ársreikning en hann mun fylgja með fundargerðina ef áhugasamir tölupúkar geta skoðað hann. En svo er þarna liður líka 31.6 stöðvaþjálfun og ég vil vekja athygli á þessu verkefni Guðríðar Hlífar Sigfúsdóttur þar sem hún er að koma upp hreyfitækjum og er þar í samstarfi við aðra og meðal annars MSB. Og þetta er mjög gott framtak hjá Guðríði sem ég vil nota tækifæri hér til að þakka kærlega fyrir. Takk. Takk fyrir það, Sigurður. Forseti vill kannski bara vekja athygli á því varðandi ársreikningin eins og kom fram í skýrslu sveitarstjóra að því að við vorum ekki búin að fá ársreikningi frá Faxaflóahöfn þá höfum við ekkert heimild til þess að birta hann strax þannig að áhugasamir þurfa aðeins að
að bíða aðeins lengur með að fá að setjast með ársreikningin í fangið og rýna í hann. En ég tek undir það sem að Sigurður Guðmundsson nefndi varðandi stöðvaþjálfun náttúrunni, þetta verkefni sem Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir með, þetta mjög spennandi verkefni og þetta verður gaman þegar svona einstaklingar keyra svona verkefni áfram öllu samfélaginu til heilla. Orðið ennþá laust dagskrá byggðarráðs nr. 629 og það ekki fleiri sem kveður sér hljóðs, þá telst sú fundargerð framlögð. Þá það síðasta fundargerð byggðarráðs á þessum fundi og það 31. liður á dagskrá og það fundargerð frá fundi byggðarráðs nr. 630 og gef orðið laust þá fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Og þá vill forseti biðja formann umhverfis- og landbúnaðarnefndar Sigrúnu Ólafsdóttur að fara hér yfir 2 fundargerðir nefndarinnar frá fundi 44 og 45 og ég bara þakka þær eins og venju samkvæmt báðar fundargerðirnar og við tökum svo eina eftir annarri. Forseti, sveitarstjórn og sveitarstjóri og aðrir áhorfendur. Ég ætla að byrja á því að renna yfir fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 44 og ætla nú bara svona að fara tiltölulega hratt yfir hana því að á síðasta fundi þá tókum við hana fyrir líka en þetta sem sagt, 44. fundur. Nú, þar var fyrst á dagskrá verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfisins og þar í raun og veru kemur fram að við náttúrulega komum bara vel á stað í 4 tunnu kerfinu og það bætist við 240 lítra ílát við öll sérbýli og flokkun við húsvegg verður í eftirfarandi úrgangsflokka, sem sagt plastefni, pappírsefni, lífúrgangur og blandaður úrgangur. Tekin verður upp samræmd merking íláta samhliða innleiðingunni og núna þegar bætast við ný íláta þá eru bara allar tunnur eins á litin en það verður gert átak í því að merkja allar tunnur þannig að þetta nýja kerfi á ekki að fara fram hjá neinum og ekki að vera vandræði að finna út í raun og veru hvernig á að flokka. Nú, hægt að óska eftir minna íláti fyrir blandaðan úrgang en aðrar undanþágur verða ekki veittar á þessu stigi. Fyrirkomulag verður skoðað nánar þegar nokkurra mánaða reynsla hefur komið á verkefnið og þetta atriði í raun og veru sem við ræddum og ákváðum að gera þetta svona að því að reynsla þeirra sem að koma að þessu máli sú að fólk kannski þarf aðeins að prófa sig áfram áður en að farið að gera einhverjar breytingar. Þannig að það verður í raun og veru svona niður nelt til að byrja með en síðan hugsanlega förum við að veita undanþágur frá því og það fólk geti breytt. Nú stefnt verður að því að setja upp grenndarstöðvar fyrir málma, textíl og gler á nokkrum stöðum á árinu, velja það staðsetningar í samráði við lóðahafa og óska eftir leyfum þarum. Við höfum líka rætt þetta mikið innan nefndarinnar og þetta svona allt saman í vinnslu að finna út úr því hvar eru heppileg svæði fyrir þetta. Og þá leggur nefndin áherslu á fræðslu til íbúa til að kynna nýtt fyrirkomulag úrgangsmála. Kynningarefni verður miðlað til íbúa heimasíðu en svo í framhaldi af heimsókn sem ég kem að nánar eftir þar sem að samstarfsfyrirtæki koma á fund til okkar að þá í raun og veru höfum við aðeins lagt upp línur hvernig við munum kynna þetta þannig að best á fari. Nú, annað mál á þessum fundi var refa- og minkaeyðing og þar var rætt fyrirkomulag refa- og minkaeyðingar árið 2023. Nú, við í raun og veru erum að vinna að hugmyndum smá breytingar og deildarstjóra var falið á þessum fundi að afla ákveðin upplýsinga og ég kem kannski nánar að því á fundinum á eftir. Nú, það eins með vatnsveiturnar í Borgarbyggð að við erum í raun og veru að horfa til þess að ná aðeins utanum þetta verkefni
Vatnsveiturnar eru nokkrar og niðurstaðan í þessu mál á þessum fundi var þannig að umhverfis- og landbúnaðarnefnd telur eðlilegt að rekstur vatnsveitur Hraunhrepps, af því að þarna vorum við fyrst og fremst að fjalla hana, verði endurskoðaður og tekin verði ákvörðun framtíðar eignarhald og rekstur á veitunni innan stjórnar veitunar. Endanlega afgreiðsla vísa til sveitarstjórnar. Við erum í raun og veru ennþá að vinna í samstarfi við sviðsstjóra að frekari útfærslu á þessu máli og hún í raun og veru, fyrirgefið, það getur allt skýði beinni eins og ég segja, hérna var ég bara útskráð allt í henni eins og ekkert væri út úr tölvunni, þannig að þið verðið bara að taka eitt kaffi og sopa meðan þetta kemur inn. En já, eins og ég akkurat var að ræða í sambandi við þessa vatnsveitur að þetta svona töluvert stærra og umfangsmeira mál heldur en að við svona kannski ætluðum í byrjun þegar við vorum að kíkja á þetta og það bara heilmikil vinna á vegum sviðsstjóra og okkar í nefndinni og sveitarfélagsins í að svona ná aðeins betur utan þessu mál. Þannig að þetta verður nú sem allra vandaðast og í raun og veru komi sem best út fyrir sem allra flesta. Og þá er ég komin í samband aftur. Nú þá var næsta mál umsóknir í styrkveiðasjóði 2023 og þar fórum við yfir þá vegi sem við höfum verið að sækja pening í og höfum fengið í þá suma og fórum svona vítt og breitt sveitarfélagið og reyndum kannski aðeins að svona útvíkka vangaveltunar í sambandi við þetta. Og sviðsstjóri sendi inn umsóknir og nú bara að krossa fingur og vona að við fáum einhver aura í þetta. Nú síðan í lokfundar að þá var yfirferðin hjá umhverfis- og framkvæmda starfsmönnunum okkar og svona mánaðarskýrsla þar sem farið yfir helstu verkefni. Og þá erum við komin að 45. umhverfis- og landbúnaðarnefndarfundinum og þar kunnulegu liður fyrstur á dagskrá verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfisins og það í raun og veru sá fundur sem við fengum fulltrúa Íslenska gámafélagsins inn á fundinn til þess að ræða bæði innleiðingu á fjórðutunninni og bara hirðudagatal og svona ræddum í sambandi við fræðslu og kynningamál og það var afskaplega gagnlegur fundur og í raun og veru kom þar margt fram sem að við getum nýtt okkur í framtíðarstarfinu við þessa innleiðingu og þessar breytingar. Nú niðurstaðan var þannig að það var samþykkt að taka tilboði Íslenska gámafélagsins í ílát vegna fjórðutunnar eins og kom fram við fundinum áður. Nú kynningarefni verður uppfært og leitast við að ná til íbúa með fræðslu og kynningarefni og þá verður nýtt sorphirðu dagatal birt á heimasíðunni Borgarbyggðar og einnig var rætt hreinsunarátök í þéttbýliskjörnum sem að framfara 18. til 24. apríl og í dreifbýlinu 7. til 20. júní. En í raun og veru varðandi þessi kynningamála þá voru þeir aðeins að segja okkur frá því hvernig þeir hefðu gert þetta í Skagafirði og við vorum kannski svona svolítið á því að væri nóg að kynna þetta bara með rafrænum hætti vítt og breitt. En þeir voru ekki sammála því og vitnuðu í að það hefði heppnast afskaplega vel í Skagafirði þar sem að í raun og veru þeir sendu út bækling og starfsmenn fyrirtækisins fóru svo í heimsókn á öll heimili í kjölfarið til þess að kynna þetta og síðan í raun og veru í framhaldi var farið að spila áfram með þessi kynningamál og þetta í raun og veru mæltu þeir mjög mikið með að við myndum gera eins. Þannig að það í raun og veru það sem svona við stefnum að. Nú, annar liður sorphirðusamningur sem var verið að samþykkja áðan. Það framlenging í 1 ár en það byrjað að vinna að undirbúningi vegna útboðs á næsta ári. Þannig að þetta allt í því ferli. Nú, síðan þriðji liður ágangur sauðfjár í heimalöndum, ábyrgð og leiðir, fyrstu drög að verklagsreglum og svo framvegis. Nú, niðurstaða þessa 40. og 5. fundars var að nefndin myndi bara vinna málið áfram að næsta fundi og stefnt að því að klára afgreiðslu málsins í apríl. Þetta mál nú, býsna þungt í vöfum á marga máta
og umhverfis- og landbúnaðarnefnd að fara að funda á morgun og þar vonumst við til þess að geta náð einhverjum góðum og farsælum skrefum fram á við. En þetta svona ekki léttasta máli sem hefur borið á fjörur, eða rekið á fjörur nefndarinnar. En þetta bara verkefni og við tökumst á við það full bjartsýni það að geta unnið úr því öllum, eða sem flestum til heilla og vonandi öllum. En þetta allavega umfangsmikið og krefjandi mál. Nú þá það 4. liður minnisblað ráðstöfun dýraleifa og þar var lagt fram til kynningar og unnið, minnisblað sem var unnið af Stefáni Gíslasyni og það var unnið fyrir SSVF ráðstöfun dýraleifa og ábyrgð sveitarstjórna og mögulegar úrvinnsluleiðir. Í kjölfarið þessu þá fór nefndin í heimsókn í Fíflholt og það var afskaplega skemmtileg og fróðleg heimsókn. Vil ég bara nota tækifærið og þakka kærlega fyrir góðar móttökur þar og fræðandi og upplýsandi fund. Nú þetta mál áfram í farvegi og þá það 5. málið, það ref- og minkaeyðing og þar lagði starfsmaður nefndarinnar fram minnisblað og niðurstaða fundarins var sú að umhverfis- og landbúnaðarnefnd myndi fela deildarstjóra að afla frekar upplýsinga mismunandi endurgreiðsluhlutfall sveitarfélaga vegna refaveiða og það í raun og veru komið og munum við að öllum líkindum taka þær upplýsingar fyrir á fundinum á morgun og einnig í raun og veru að ræða svona hugsanlega framtíðarskipulag á þessari starfsemi. Þannig að það búið að vera mikið að vera hjá okkur í nefndinni, en þetta svona það helsta sem ég hljópa á hundavaði gegnum þessar 2 fundargerðir. Þannig að ég held ég sé bara búin. Takk fyrir. Takk, ég þakka formanni Sigrúnu Ólafsdóttur fyrir góða yfirferð og ég gef þá til að byrja með orðið laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 44 og það enginn sem kveður sér hljóðs, þá talst svo fundargerð framlögð og þá það næst fundargerð frá fundi nefndarinnar nr. 45 og ég gef orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá vill forseti óska eftir því að varaforseti taki yfir fundarstjórn þar sem að sú sem hér stendur þarf fyrirgeð aðeins augnablik. Ég ætla að byrja á því að fara dagskrárliður 34 og 35 sem eru fundargerðir atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar. Formaður nefndarinnar ekki á fundinum í dag og það enginn úr nefndinni á fundinu þannig að forseti ætlar að leggja þessa fundargerð fram og ég ætla bara að byrja á því að gefa orðið laust fundargerð frá fundi atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar nr. 44 og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð og þá það fundargerð frá fundi atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar nr. 45. Ég gef orðið laust þá fundargerð og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst svo fundargerð framlögð. Þá ætla ég að biðja varaforseta að taka við fundarstjórn. Já, takk fyrir það. Næst ætlar Guðlaug Eyglóadóttir að fara yfir fundargerð velferðarnefndar. Takk fyrir það. Það eru 2 fundargerðir velferðarnefndar. Það til að byrja með frá fundi nefndarinnar sem var 7. mars síðastliðinn, fundur nr. 135. Það má eiginlega segja að báðar þessar fundargerðir sem formaður ætlar að fara yfir hér í dag, þau snúa á svona málum sem eru svolítið, svona þau mál sem eru í umræðu og vinnslu inn í nefndinni og munum væntanlega vera áfram. Það til að byrja með hélt nefndin áfram að ræða samþættingu þjónustu við aldraða og sveitarfélagið Borgarbyggð þarf í rauninni að vinna því að senda inn umsókn að vera tilraunasveitarfélag og nefndin ákvað að
hefja svona formlegt samtal við Brákarlið og HFE að hefja þessa vinnu og sviðsstjóra var falið að ræða við þessa aðila. Þriðji dagskrárliður var heitið samræmd móttaka flóttafólks og þar var verið að fara yfir möguleika sveitarfélagsins á að vera samræmt í móttöku fyrir flóttafólk. Við erum nú þegar farin að fá flóttafólk inn í okkar sveitarfélag og nefndin í rauninni mat það sem svo að það kannski bara vanlegast fyrir okkur að gera formlega samning slíkt, en við óskuðum eftir því að fá kynningu frá ráðuneytinu hvað það þýðir í rauninni fyrir sveitarfélagið að vera móttökusveitarfélag. Fjórði liður þá var heitið breyting á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga og þar var lagður fram drög að samningi á milli Borgarbyggðar og Hvalfjarðarsveitar barnaverndarþjónustu og sá samningur var sendur til ráðuneytisins til að fá álit og niðurstaðan var í rauninni sú að ráðuneyti veitir tímabundna undanþágu frá 6.000 manna reglunni sem sett þetta viðmið lágmarks íbúafjölda og velferðarnefndin sammála það að það verði að skoða möguleikana á meira samstarfi barnaverndarþjónustu á Vesturlandi og málinu var vísað við byggðarráð og það má eiginlega segja að sú vinna sé í rauninni svona óformlega hafin þetta samtal á milli sveitarfélaganna. Nú 5. liður á dagskrá bara heitið farsæld barna og þar var farið yfir stöðuna á innleiðingu á farsældarfrumvarpinu. Þetta í rauninni frumvarpið þessi nýju lög og það gert ráð fyrir innleiðingu og þeim muni taka nokkur ár en ég held að séum öll sammála það að þetta verði öllum til góðs þegar þetta verði komið í praxis eins og maður segir. Nú 7. lið þá fengum við kynningu frá forvarnateymi Borgarbyggðar. Þær komu til fundarins Guðbjörg Guðmundsdóttir og Sigríður Dóra Sigurgeirsdóttir úr forvarnateyminu og kynntu vinnuna sem hefur farið fram í vetur og það voru bara góðar umræður ýmis forvarnamál og það má segja að það sé ljóst á svona þeim umræðum sem hafa komið fram að það vilji til þess að við tökum okkur á í þessum málefnum og þá skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli að við sem samfélag séum öll þáttakendur í þessu. Þetta bara samfélagsverkefni, allt sem snýr að forvörnum. Nú 7. liður á dagskrá ber heitið Aldan framtíðarsýn, starfshópur og það var rætt hugmyndir breytingar og starfsemi skipulagi Öldunar og sveitarstjóri fór í rauninni aðeins yfir þetta áðan en bara svo ég vísa í bókun velferðarnefndar að þá leggur velferðarnefndin til að Aldan hætti samstarfi við endurvinnsluna dósamóttöku og ástæðan sú að það samstarf hentar ekki lengur þeirri starfsemi sem nefndin vill sjá í Öldunni. Eins og fram kemur í minnisblaði þá er það þannig að þegar að byrja var að bjóða upp á verndaða vinnu fyrir fatlað fólk var algengt að sveitarfélög tækju að sér dósamóttöku til að hafa einföld en viðvarandi verkefni. Í dag eru 56 móttökustöðar allt land en aðeins 3 þeirra eru verndaðar vinnustæðir fatlara. Það er í Borgarnesi, á Akranesi og í Vestmannaeyjum. Annars staðar eru það aðilar eins og flutningamiðstöðvar, björgunarsveitir eða íþróttafélög sem sjá dósamóttöku. Velferðarnefnd leggur áherslu á að ræða málið áfram á næsta fundi og fá betri upplýsingar hvað afleiðingar þetta hafi verið starfsemina. En það bæði þannig að bæði eins og rætt hefur verið byggðarráð í nefndinni að þá mjög mikilvægt að ef Aldan hættir starfseminni að við verðum búin að finna henni nýjan farveg þannig að það verði ekki þannig að það verði bara hætt og það sé ekkert sem taki við og það allir sammála það. Þetta þjónustu sem við vitum að verður að standa íbúum til boða. Fleira var ekki afgreitt á þessum fundi og þá það fundur númer 136 sem var 4. apríl.
Þar var lögð fram afgreiðslu starfsmanna í trúnaðarbók og afgreiddar umsóknir fjárhagsstyrk. Við var í rauninni þessi fundur var svolítið endaslepptur af því að sú kynning sem við áttum að fá varðandi samræmda móttöku flóttafólks, sá einstaklingur sem ætlaði að kynna það fyrir okkur forfallaðist, þannig að sú kynning þarf að bíða þangað til á næsta fundi. Þriðji liður á dagskrá heitir frumkvæðisathugun gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála og það var í rauninni bara kynnt fyrir nefndinni hvernig þetta ferli og hvers má vænta í því hvað varðar tímalínu, en allavega miðað þær upplýsingar sem hafa komið fram og þá miðað við að við fáum væntanlega einhverja skýrslu með haustinu og sveitarstjóri fór vel yfir þetta í skýrslu sinni áðan. Fjórði liður þá var áframhaldandi umræða samþættingu þjónustu við aldraðra og við höfum ekki náð, sviðsstjóri hafði ekki náð að eiga fund með öllum en á þessum fundi var í rauninni það að við myndum skipa fulltrúa frá sveitarfélaginu til þess að mynda svona nokkurs konar hóp með Brákarhlíð og HFE til þess að hefja þessa umsóknarvinnu. Fimmti liður á dagskrá, það átti að vera kynning á störfum ungmennaráðs Borgarbyggðar og það liður sem var frestað þangað til næst. Það verður gaman að tilhlökkunarefni að fá fulltrúar ungmennaráðanna fundin við. Þetta var í rauninni frá sveitarstjórnarfundinum ungmennaráðs, þessi máli var ekki vísað til velferðarnefndar en nefndin hafði áhuga á að fá að kynna sér betur þá umræðu ungmennaráðs forvarnamál. Og það kannski eins og glöggir áhorfendur heyra, þá eru mjög mörg mál sem að skarast á í velferðarnefnd eða ekki skarast á, sem eru bæði koma inn á velferðarnefnd og fræðsluna. Þetta allt farið að renna stundum saman í eitt og það bara eðlilegt miðað við þá umræðu sem í gangi varðandi farsældarlögin og fleira. Sjötti liður á dagskrá það var tekið fyrir bréf frá félagi heyrnarlausra sem hefur ákveðið að láta þýða og útfæra þekkta barnabækur yfir á íslenskt táknmál og nefndin tók bara jákvætt í þetta og lagði til að byggðaráð styrkti þetta verkefni 50.000 krónur, minnum að það hafi verið. Síðasti dagskrárliður var áframhaldandi umræða öldrun framtíðarsýn og formaður á eftir að koma inn á þetta frekar síðar, en það eru mjög svona, spennandi hugmyndir í gangi varðandi útvíkkun og starfsemi öldrunar og svona samstarf við fleiri aðila í sveitarfélaginu. Þannig að ég get vonandi sagt eitthvað meira það síðar, en bara spennandi tímar framundan held ég í þessum málum. En fleira var það ekki og ég svara fús öllum spurningum. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðveig. Eru einhverjar fyrirspurnir varðandi þessar tvær fundargerðir velferðarnefndar? Já, Sigrún Ólafsdóttir. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Ég kveð mér hljóðs undir liðnum 37.4 sem samþætting þjónustu við aldraða og ég vil í raun og veru bara lýsa ánægju minni með það skref sem hefur verið stigið með tilnefningu Guðbjargar Guðmundsdóttur í þetta verkefni sem að mér finnst afskaplega spennandi og þarft og voru svo innilega verða að veruleika sem tilraunarverkefni. Og við vonum bara eindregið að HFE sjá þessi fært að svara þessu erindi fljótt og vonandi koma bara fullum krafti með okkur í þetta verkefni. Ég vil bara nota tækifærið og fagna þessu sérstaklega. Takk fyrir. Voru fleiri sem að vildu
við þessi hljóðs? Svo ekki, þá ætla ég að fela Guðveigu fundastjórn aftur. Takk fyrir það, varaforseti. Ég tek undir sem Sigrún sagði, þetta er svona, held ég, verið mikið framfaraskref ef við getum svona komist áfram í þessari samþættingu á þjónustu við aldraðra. En þá erum við komin að dagskrárlið númer 38 sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er ein fundargerð, það er frá fundi númer 52 og ég bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að fara yfir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar númer 52. Þetta var fundur í 11 liðum. Fyrsti liður á dagskrá var afgreiddur hér áðan, breyting á aðalskipulagi Breiðabólstað 2 í Reykholtsdal. Annar liður var Breiðabólstað 2 deiliskipulagið. Þriðji liður Galtarholt 3. Þar var lögð fram lýsing að deiluskipulagi og nefndin samþykkti lýsinguna til auglýsingar fyrir þetta snýr að hjólhýsasvæði í landi Galtarholt 3. Fjórði liður niðurskógur Húsafelli, breyting á deiliskipulagi. Þetta er deiliskipulag sem var búið að fara í gegnum auglýsingaferli og nefndin sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samþykkti framkomið deiliskipulag. Fimmti liður var Sveinatunga, umsókn framkvæmdaleyfi. Þar var óskað eftir framkvæmdaleyfi vegna skógræktar á 186, allt að 186 hektara svæðis innan jarðarinnar. Mörk svæðisins sem ræðir eru sumarhúsahverfi í Sandal að vestan, Stekkjagil að norðan og að austan teygir svæðið sig upp á Sveinatungumúla. Framkvæmd og hönnun er í samstarfi við skógræktina. Skipulags- og byggingarnefnd tók vel í umsóknina en fól skipulagsfulltrúa að óska eftir frekari gögnum vegna framkvæmdarinnar. Grenndarkynnt verður fyrir hagsmunaaðilum, sumarhúsaeigendum og jarðareigendum aðliggjandi svæða og landa. Sjötti liður var mælimastur Grjótháls, breyting á aðalskipulagi. Þetta var afgreitt hér áðan. Þetta snýrað tímabundnu leyfi fyrir mælimastur. Og svo voru lagðir fram 3 afgreiðslufundir skipulagsfulltrúa og 2 afgreiðslufundir byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Greinargóð yfirferð og ég gef orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá erum við komin að dagskrá lið númer 39 og það er fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 219 og ég bið formann nefndarinnar Eðvarð Ólaf Traustason að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ágæta sveitarstjóri og aðrir áhorfendur. Eins og forseti nefndi hér, þá kemur hérna upp undir lið 40 sem var 219. fundur fræðslunefndar sem haldinn var þann 28. mars og það voru 7 liðir sem lágu fyrir fundinum. Og fyrst á dagskrá var barnamenningahátíð á Vesturlandi 2022. Þetta er náttúrulega 23, þessi barnamenningahátíð á að vera haldið núna í maí. Og verkefnastjóri þess verkefnis er hún Sigfríður Björnsdóttir sem er skólastjóri tónlistarskóla Borgarfjarðar.
þetta verkefni, svona forsaga málsins er svo að þetta verkefni kom svolítið brátt að. Þannig að það er nú ekki hægt að segja að hún hafi haft mikinn tíma til að undirbúa þetta. En ég verð nú bara að segja að ef hún verður verkefnastjóri fyrir þetta að árið liðinu þá eigum við von á góðu með þá kynningu sem við fengum frá henni vegna þess að það var eins og þetta hefði verið undirbúið í fleiri ár. Þvílíkt margir spennandi kostir þarna sem að hún var að kynna fyrir okkur og ég vildi ég gæti nú sagt ykkur frá þessu hér en ég ætla nú að leyfa henni að eiga heiðurinn á því. En þessi hátíð verður semst haldin 8. til 13. maí og í öllu sveitarfélaginu þar að segja og það er svona verið að miða því að sem flestir taki þátt í henni. Og þetta eru svona einkunnarorðin eru náttúra, sagan, héraðsins og náttúrulega bara fólkið og svo þessi almenna sköpun. Vinnuheitið á hátíðinni er OK og ég verð nú bara að segja, ég er bara mjög spenntur að taka þátt í þessari hátíð þegar það er að kemur. Það er stutt í þetta. Þannig ég vil nota tækifærið og þakka henni alveg sérstaklega vel fyrir þessa frábæru vinnu sem hún og þeir sem hafa verið henni innan handar hafa verið að vinna. Liður númer 2 var aðgerðaráætlun Borgarbyggðar þegar börn eiga í samskiptavanda. Það var náttúrulega við mótun skólastefnunnar núna í haust, þá var þetta svona forgangsatriði hjá fræðslunefnd að setja svona smá fingraför á þá vinnu sem að unnin hafi verið áður en að ný sveitarstjórn tók við og ný fræðslunefnd og þá var svona fókusin settur á bara líðan barna almennt og eineltismál og fleira sem að á þar í hlut og það er svona til að kannski fara yfir svona forsögu málsins þá náttúrulega í þessari skólastefnu er verið að móta þessar hugmyndir sem það er búið að móta en það er verið að svona hrinda þeim í framkvæmd í skólastefnunni og sviðsstjóri kom til fundarins og kynnti þetta minnisblað hvernig hann sér fyrir sig þessa aðgerðaráætlun og þetta náttúrulega snýst náttúrulega bara eins og við höfum rætt hér áður og ég varðandi bara forvarnir og samskiptavanda, eineltismál og ekki síst kannski bara ferlana inn í skólunum hjá okkur, ferlana milli kannski íþróttafélagana og skólana og þetta bara að séu allir að vinna þessum málum sem í heild. Það verður bara viðurkennast að þetta kannski eins og þetta hefur verið unnið þá hefur verið svolítið bil þarna á milli þessar aðila og það hefur skapað ákveðin vandamál. En ég verð að segja að ég er búinn að núna heimsækja allnokkra og nú eftir að heimsækja fleiri eins og skólastjórnendur og annað og ég get ekki annað séð en að það sé bara mjög mikill hugur í fólki að vinna markvisst að þessum tillögum og móta þær náttúrulega í leiðinni. Þannig að ég bara held að við getum bara litið svolítið bjartsýn fram á við vegna þess að ég finn að það er skriðþungi í þessum málum. Þetta var erfið fæðing, svo ég tali bara alveg hreint út ef mér fundist, en núna finnst mér aðeinslega bara að vera virkilega svona tilbúnir í að móta þessa vinnu og vinna eftir henni. Þriðja mál á dagskrá voru bara þessi skóladagatöl fyrir leik, grunn og tónlistarskóla. Þetta er bara þetta árlega. Ég hef rætt hér áður að það er náttúrulega alltaf verið að reyna að samþætta þessi skóladagatöl milli leik og grunnskóla og annað, þannig að þetta gerir nú foreldrum svona sem auðveldast fyrir að bregðast við þegar þessi dagar komu upp og þannig að þetta var bara kynnt fyrir okkur á fundinum og útskýrt og þetta er alltaf að verða svona samþættara eða svona betra hvað það varðar að minnsta kosti. Síðan var komið að máli númer 4 sem heitir Varmaland nemendafjöldi næsta skólaárs, það er sem sagt skólaárið 23-24. Forsaga þessa máls náttúrulega, má rekja bara allt aftur til 2016 í rauninni. Ég meina þetta var rætt á þeim tíma þegar skólastefna var mótuð á þeim tíma að það voru strax konar áhyggjur nemendafjölda í Varmalandi. Og eins og við bara þekkjum öll sem hér erum,
þá hefur þetta náttúrulega alltaf verið þannig að við erum með háskólastofnanir og annað í héraðinu þarna á þessu upptökusvæði og það hefur alltaf verið að horfa til þess að vonandi yrði bætt í staðnám og annað og myndi þá styrkja undirstöðurnar og nemendafjölda þá leið í þessum skólum. Síðan fengum við náttúrulega að vera hluti af Úkraínu málinu og þá höfum við fengið ansi marga krakka sem hafa komið og verið í skóla á Varmalandi en enga síður þá er sko svo tala sem að þeirra sem búa á svæðinu hún fer alltaf niður á við og nú svo komið að þetta komið undir öllu viðmið sem bæði hafa verið sett við umræðu þessara skólastefnu eða skólaskipan þarna á síðustu, eða þess 2016-2022 og það sé svo sem ekki fyrir endan á þeirri fækkun sem að verða þarna, sem náttúrulega bara mjög leiðilegt mál. Enga síður verðum við að huga því að bara varðandi þessa einstaklinga og þó sérstaklega í elstu deildunum sem eru kannski ekki nema kannski 1-2 saman í bekk að þá held ég að sjá við þá flestir því miður það bara ekkit rosalega ákjósanlega staða bara félagslega og annað fyrir okkur að þessi einstaklingar hafi ekki tækifæri á því að á þessum aldri sérstaklega að vera innan jafnaldra sína í stærri hópum. Annað sem ég langar að nefna samt við þetta líka, það kannski aðeins utan dagskrár. Úkraínuverkefnið verkefnið sem við höfum unnið rosalega vel og mér finnst Borgarbyggð hafa staðið sig ótrúlega vel í því og ég stoltur af þeirra vinnu en það breyti því ekki að þegar við horfum á þær tölur sem liggja fyrir okkur varðandi nemendafjölda eins og fyrir næsta ár að meiri hluti nemenda á Varmalandi orðin af erlendum uppruna og nemendur jafnvel í bara nokkuð mörgum bekkjardeildum orðnir í minni hluta af íslensku bergi brotnið og þetta náttúrulega setur mikið álag á starfsfólk og annað. Þetta náttúrulega, við sjáum það að þetta meira álag á kennara og annað að vera að sinna þessum hóp utan á sér og ég hef ákveðnar áhyggjur af því að mögulega kannski gæti að verið þannig að okkar krakkar séu þá að kannski líða að einhverju leyti fyrir það hvernig þetta að þróast. Þetta á ekkert bara við í Borgarbyggð, þetta á við alls staðar það sem verið að hjálpa þessu blessaða Úkraínufólki og mér finnst þetta að vera alveg umræða sem við þurfum alveg að þora að taka svolítið vegna þess að eins og við þekkjum þá var þetta verkefni sem var bara kastað inn á okkur og við stóðum í lappirnar og gerðum þetta mjög vel en mér finnst komið svona ákveðnum þáttum þarna sem við þurfum kannski bara að fara að ræða svolítið. Mál númer 5, það tengist börnum af erlendum uppruna einnig og þetta forsaga þessa máls að Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og Ungmennafélag Íslands gaf út bækling 2019 þar sem áhyggjur voru hafðar af því að börn af erlendum uppruna hefði ekki sömu tækifæri til þess að stunda íþróttir. Þau hafa sömu tækifæri en þeim var ekki hjálpa kannski við að stíga sín fyrstu skref þar og nú stöndum við hér 4 árum seinna og þetta vandamál virðist ekki hafa minnkað. Þannig að þetta var áskorun þeirra til sveitarfélaga á landinu að gleyma ekki þessum hópi og reyna að koma þeim inn í íþróttir. Við þekkjum náttúrulega öll bara, það félagslegt tengsl, þetta hefur náttúrulega forvarnagildi og annað og ég veit að það hefur verið að taka þessi mál til umræðu hjá íþróttafélagunum okkar og ég bara veit að við munum gera þetta vel. Mál númer 6 varðar túlkun á verklagsreglum sóttvarnir vegna skólagöngu barna. Forsaga þessa máls svo að þegar við fengum Úkraínubörnin okkar til okkar þá var regluverkið þannig að þau máttu ekki hefja skólagöngu fyrr en þau voru búin að bólusetja sig gagnvart COVID og það verið að bara einfalda þessa ferla þannig að nú mega þau raun og veru byrja skólagöngu. Þau þurfa öll að fara í skoðun hjá hjúkrunarfræðingi bara eins og öll skólabörn þurfa að gera og ef þau hafa ekki
bóka sig í bólusetningu eða ekki bólusett þá á að vera þeim innan handar ef að þau kjósa svo. Það bara verið að koma þessum krökkum fyrr inn í skólakerfið sem held ég bara mjög brýnt. Maður heyrði þarna sögur krakka sem voru búin að vera fleiri mánuði utan skólakerfis bara út af þessu máli. Að lokum var það mál nr. 7 sem varðar breytingu á opnunartíma sundlaugin á Kleppjárnsreykjum. Þetta nú mál sem hefur komið áður inn á okkar borð og það var farið núna yfir nýjustu tölur iðkendur núna í vetraropnun í sundlaugin á Kleppjárnsreykjum. Því miður þá þessar tölur enn á niðurleið þó hafi nú ekki litið vel út á síðasta ári þá líta þær enn verr út núna en enga síður kallaði fræðslunefnd eftir því að fá Ingunn Jóhannsdóttir inn á okkar fund á næsta fundi til þess að fara svolítið svona meira grundigt ofan í þessi mál áður en einhver ákvörðun tekin. Fleira ekki gert á þessum fundi og fundi slitið. Takk fyrir. Þökkum formanni fyrir góða yfirferð og ég gef orðið laust. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti sveitarstjórn. Ég ætla að kveða með ljós undir liðnum 39.4 Varmaland. Og vil undir þessum lið spurja meirihlutann það hver stefna meirihlutans með Varmalandsskóla og hvað þurfa að vera að fá börn í skólanum til að leita verið annarra leiða í skólaþjónustu á svæðinu. Takk fyrir það, Sigurður. Eðvar, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, takk fyrir þessa spurningu, Sigurður. Eins og ég nefndi hér áðan þá þetta mál sem búið að vera svolítið spurningamerki hjá okkur síðan 2016, hið minnsta. Við höfum verið í vinnu núna í því að fara yfir þessi mál. Það hafa verið haldnir fundir með skólastjórnendum og títtnefndum Ingvari Sigurgeirssyni þar sem verið að fara yfir þessi mál. Ég hef ekki fengið þá tölu sem miðað var við en af því hún var aldrei sett inn í neitt opinbert skjal. En 70 nemendur samt sú tala sem ég hef heyrt en ég bið ykkur að taka það með fyrirvara. 60, já. Það mismunandi. Ég hef heyrt 60 til 70. En já, það þá 60 og núna það svo að ég hér með fyrir fram á mig spá fyrir næsta vetur. Auðvitað þetta bara spá, hún getur breyst og við vitum að við höfum verið að fá með mjög stuttu fyrirvara fólk frá Úkraínu til okkar og fyrir næsta vetur samkvæmt þessum tölum 46 nemendur í skólanum á næsta skólaári og þar að veru 26 með fasta búsetu. Og núna núna við skólalok núna þetta 51 barn. Þannig að það að fækka þá 5 með þessar tölur á næsta ári. En við samt með þetta þannig að í yngri deildunum við með mun fleiri nemendur í hverjum bekk heldur en í 7., 8., 9. og 10. bekk. Þannig að þetta samtal í gangi og það fundur núna á þriðjudaginn næstkomandi þar sem að Ingvar mun skila ákveðnum uppfærðum tölum á þessu og skila þá minnisblaðið í leiðinni. Þannig að það kannski hægt að svara þessu þannig að við bara að vinna í þessu og bara greina stöðuna en svo í framhaldinu náttúrulega verðum við bara að taka ákvörðun. Hvað verður gert þarna? Og það gerist ekki öðru sem með samtali við
íbúa eins og við vitum og þannig að þetta svona, ég hef allavega áhyggjur af þessu persónulega. Þetta svolítið mikið niður á við. Takk fyrir. Takk fyrir það. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Sigurður, þú spyrð hver stefna meirihlutans með Varmaland? Sko, ég spurði þessara spurningar oft á síðasta kjörtímabili, ég þykist vita af hverju hún kemur. En það nokkuð ljóst að stefnan hjá okkur náttúrulega að klára uppbyggingu á nýjum og glæsilegum skóla upp á Kleppjárnsreykjum. Og eins og þú veist. Og það nokkuð ljóst að sá skóli mun rúma alla starfsemi grunnskóla Borgarfjarðar þegar hann verður búinn. Þannig að stefnan þangað. Við erum hins vegar, höfum ekki pláss til þess að færa öll börn af Varmalandi yfir að Kleppjárnsreykjum. Það eru þar núna 60 nemendur. Þessar tölur ekki réttar. Og mér finnst í raun og veru bara mjög sérstakt þegar að skólastjórnendur leggja fyrir fræðslunefnd spátölur sem ekki réttar. Þegar það eru búsett börn á bæjónum í kringum skólan, meir en helmingi fleiri heldur en koma fram í þeim tölum sem gefnar hérna upp. Eins og í fyrsta bekk á næsta ári. En við erum skuldbundin af því að taka á móti börnum frá Úkraínu, allavega nú þetta ár, og þau halda uppi skóla þarna upp á 50 til 60 nemendur. Þau eru 60 í dag. Þannig að þangað til að þetta gengur vel, eins og við komum fram, þetta gengur vel, þetta erfitt á köflum, en þetta gengur vel líka. En þangað til að við erum búin að klára þær framkvæmdir sem við erum byrjuð á, þá myndi ég segja að við séum ekki að fara að gera mikla breytingar. Takk. Takk fyrir það. Orðið þá laust. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já, ég náttúrulega búinn að vera búsettur hér í 25 ár eins og einhver góður leigubílstjóri sagði, og það hefur yfirleitt alltaf skortað þessu upp á pólitískan kjark til þess að taka á skólamálum í borgarbyggð eða skipan skólamála. Því ætla ég að spyrja enn og aftur meirihlutann að því, það stefna meirihlutans að vera með einn skóla í Borgarfirði í dreifbýlinu þegar það verður búið að ljúka uppbyggingunni? Þetta hefur aldrei verið uppbyggingun á Kleppjárnsreykjum. Það hefur aldrei verið pólitískur, hvað maður segja, gefið hreint út hvað að gera. Það er svona verið að fara í kringum heitan grautinn, þannig að það ágætt að spyrja því núna, er það staðfastur pólitískur vilji meirihlutans að stuðla að því að sé einn myndarlegur skóli á Kleppjárnsreykjum? Takk fyrir það, Sigurður. Forseti ætlar að fá að kveða sér aðeins hljóðs að það má í rauninni segja að það hafi ákveðin stefnumótun átt sér stað hérna síðasta kjörtímabili þegar síðasti meirihluti var og við samþykktum að fara í það að byggja upp á Kleppjárnsreykjum og það ákveðin stefnumótun sem fólst í því að byggja upp skóla þar. Það sem ég vil í rauninni bara segja varðandi hver stefna okkar að stefna okkar sem sveitarfélags hlýtur náttúrulega bara alltaf að vera sú að líta til framtíðar og vera samkeppnishæf og bjóða öllum nemendum og starfsmönnum upp á góða þjónustu, gott starfsumhverfi og það það sem skiptir mestu máli og ég vona að því að við eigum eftir að taka þessa umræðu lengra að umræðan snúist fyrst og síðast börnin, umhverfi þeirra, félagsþroska og tækifæri þeirra til þess að
vaxa og dafna og að við náum að brjótast út úr þeirri umræðu sem ég veit að sumum erfitt. Við sjáum það bara líka í fréttaflutningi þegar það er að ræða skólamál, að við náum að brjótast út úr þeirri umræðu sem ég ætla ekki að fara í, heldur að við lítum fyrst og síðast til barnanna og þeirra tækifæri sem við getum veitt þeim. Það er það sem að nýir íbúar líta til þegar þeir horfa til sveitarfélagsins. Við þurfum að bjóða börnum upp á góða skóla og góða tómstundir, það er að góða aðstöðu til íþróttaiðkunar og það er það sem að skiptir okkur mestu máli sem samfélag. Ég held að við séum öll sammála það. En orðin er þá laust, Davíð Sigurðsson. Já, gjörðu svo vel. Sveitarstjóri og skjóta taka til máls, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti. Mér langar bara örstutt að kveða mér hljós því að þetta gerir líka stöðuna mjög svona áhugaverða og sérstaka þegar það er svo ill fyrir, eins og hér er komið vikið að svona nemendafjöldi á Varmandi er auðvitað ill fyrirsjáanlegur. Samsetningin er ill fyrirsjáanleg, þannig að Elma og samkvæmt líka ákveðlega erfitt að spá fyrir að minnst fjölda þeirra sem eru tímabundið við nám þar. Vildi bara koma framfæri. Takk. Takk fyrir það og orðið er ennþá laust undir fundargerð fræðslunefndar og Bjarni Bjarnadóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, það eru sveitarstjórnarfulltrúar og gestir. Ég ætla ekki að lengja fundinn mjög mikið, mér langar bara aðeins að impra á, mér langar að taka lið 39.2 og 39.5. Þetta eru mál sem snúa að íþróttahreyfingunni. Og það hefur svolítið borið á því, til dæmis bara þegar farsældarlögin voru gerð, að það bara einhvern veginn gleymdist að hafa samráð við íþróttahreyfinguna og það bara skiptir ótrúlega miklu máli að taka þau með í samtalið. Og ég vil bjóða fram krafta okkar í MSB með alla það aðstoð sem við getum veitt og skora sveitarfélagi jafnframt og okkur sveitarstjórnarfulltrúa að við verðum líka að stíga inn í þetta með íþróttahreyfingunni. Þau hafa ekki bolmagn til þess að þjónusta þessi börn eins vel og vilja eins og staðan er í dag. Og við verðum að kalla þau að borðinu, hafa þau með í þessu samtali vegna þess að það er bara of mörg börn sem eru mögulega að fá ákveðin stuðning í skóla, frístund og koma svo á æfingar og þá er engin stuðningur. Þannig að við verðum einhvern veginn að horfa á þetta heildrænt og taka íþróttahreyfinguna. Ég vil bara nefna það að bara þau gleymist ekki í samtalinu þegar ákvarðanir eru teknar. Takk fyrir það, Bjarni Bjarnadóttir. Sigrún Ólafsdóttir, óska eftir að taka til máls. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Skólamálin, já, það er alltaf líflegt í kringum þau og auðvitað eru mestu tilfinningarnar þar sem að snýr að því sem okkur þykir vænstum, börnunum. Sigurður spurði áðan í sambandi við stefnuna. Ég er ekki fræðslunefnd, en ég hugsa mikið þessi mál og kannski komandi úr því umhverfi sem að er svona, já, í raun og veru fámennt í sveitarfélaginu, það er að segja 50 km plus, ekki 50 plus aldrei, þó að það er líka við. En auðvitað skiptir það alltaf mestu máli og þetta er bara vangaveltur sem eiga alltaf við þegar það er farið að fækka í skólum. Það er það að börnin séu í forgangi með gæði á kennslu og þjónustu. Og þá er ég ekki að tala bara varðandi menntunina, heldur aðganga íþróttum og öðru slíku, tónlistarskóla og bara öllu því sem snýr að því að skapa þeim góð tækifæri í framtíðinni. Því miður sem, já, búandi langt í burtu, þá er það bara þannig að þegar að fækkar í skólunum, þá minnka tækifærin. Þeir verða góðir og krúttlegir í ákveðinni stærð, en svo hætta þeir að vera annað en bara krúttlegir og það minnka gæðin. Og þetta er alls ekki sagt til þess að draga niður það góða starfsfólk sem starfar í skólunum og reynir að gera sitt besta í þessu öllu saman. Heldur er það bara þannig að þegar að fækkar, alveg sama hvort það er í hópi fullorðinna eða barna,
að þá allavega hætt við því að gæðin fara að minnka. Varðandi stefnu og ákvarðanatöku varðandi skólamál og þá erum við að ræða í sambandi við hversu margir skólar, hvar staðsettir og allt það, að þá finnst manni það nú vera bara sjálfgefið að núna náttúrulega eru þessi skólar hér í Borgarnesi og Kleppjárnsreykju fullir. En þegar kemur stór og öflugur skóli sem verður vonandi glæsilegt mannvirki sem að við getum öll verið stolt af, þá finnst manni það nú einhvern veginn liggja beinast við þegar ekki lengra á milli þessara stofnana en að það sameinist sem flestir það. Mér finnst það bara liggja í augum uppi. Það væri ekki verið að stökkva til að byggja fyrir fleiri milljarða ef það ætti ekki að nota það. Hitt svo annað mál að þegar að þetta komið að sársaukamörkum varðandi fjölda og hvað að gera, þá náttúrulega alltaf samtal við foreldra, notendur skólana, og íbúa sem að skiptir geysilega miklu máli. Mér finnst það allavega vera forsenda þess að stíga skref til breytinga að það sé búið að eiga sér stað samtal við þessa aðila, algjörlega. Svo það hitt að gæði og bara starfsmannahald og allt þetta dæmi, að það í raun og veru styrkurinn sem felst í því að hafa ákveðna stærð til þess að geta borið sér saman, sótt sér þekkingu og bara allt innra starf. Það allavega, það tikkar í mörg box hvað það varður. Svo það náttúrulega hinn endinn fyrir þá sem að kannski ekkert endilega að hugsa í raun og veru, koma kannski ekki að börnunum óbeint, eða ekki nema óbeint núna, ekki foreldrar eða starfsmenn eða slíkt, auðvitað huga þeir líka að þessu og það náttúrulega bara fyrst og síðast að auðvitað snýst þetta líka kostnað. Þó sé slæmt að segja það og enginn vill tala kostnað þegar kemur að börnum. En við náttúrulega verðum að reyna að gera hlutina vel, horfa bara að gefnu tilefni í sambandi við rekstur sveitarfélaga núna, að passa okkur að fara ekki fram úr okkur, en að hugsa samt að þetta sé allt í góðu standi og helst í góðri sátt og í raun og veru við hvert skref þá eigi sér stað samtal þannig að sáttin verði sem allra mest þegar kemur að einhverjum svona stórum breytingum. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Eðvar, óska eftir hvað þessi hljóðs. Takk. Takk fyrir það, forseti. Sveitarstjóri, starfsmenn og aðrir áhorfendur. Ég ætla bara að fá að taka innilega undir þessi orð sem að Sigrún lét hér falla. Þetta kjarni málsins. En varðandi fyrirspurnina hjá þér, sveitarstjórnarfulltrúi Bjarni Bjarnadóttir, þá tel ég mig vita að þetta mál sé komið inn á borð fjölskyldusviðs og það verið að huga að þessu og þetta bara mjög góð ábending og þörf. Og við þurfum bara að passa okkur að taka allt með inn í myndina þegar þetta verður innleitt og ég veit og tel mig vita hvað þú ert að tala þessu málum. Þannig að ég allavega hef mikla trú á því að það sé komið eitthvað samtal á og verði unnið í þessu málum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið og það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá telst þessi fundargerð framlögð. Þakka fyrir góðar umræður dagskrár fræðslunefndar. Þá erum við komin að 40. dagskrárlið. Það fundargerð frá umsjónarnefnd fólkvangsins í einkunnum, fundur nr. 77. Ég gef orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs og telst sú fundargerð framlögð. 41. liður fundargerð fjallskilinefndar Þverárréttar frá fundur nr. 67. Ég gef orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs og telst sú fundargerð framlögð. 42. liður á dagskrá fundargerð fjallskilinefndar Borgarbyggðar frá fundur nr. 33. Ég gef orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Dagskrárliður nr. 43 fundargerð fjallskilinefndar Rauðsgilsréttar frá fundur nr. 27. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá það dagskrárliður nr. 44. Það
dagskrá frá fundi fjallskilanefndar, fundagerð fyrir fjallskilanefndar Hítardalsréttar frá fundinum 35 og ég gef orðið laust. Davíð Sigurðsson, 17 fulltrúi, óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég ætla að taka til máls undir lið nr. 2 og ég ætla ekki að bóka neitt sérstaklega það en ég ætla að vona að það komist til skila ábending til fjallskilanefndar Hítardalsréttar þar sem hún fer hér fram á við sveitarstjórn Borgarbyggðar að hafin verði vinna við endurnýjun og afréttargirðingu. Það er bara rétt að benda fjallskilanefnd á það. Það er fjallskilanefndar að sjá þessa girðingu, hún hins vegar getur óskað eftir fjármögnun frá sveitarstjórn. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson og Sigurður Guðmundsson óska eftir að taka til máls. Forseti, sveitarstjórn og áheyrendur. Ég ætla að kveða mér hljóðs undir lið 44.7, Riða. Ég tek undir áhyggjur bænda í Borgarbyggð af Riðu þar sem svo sorglega frétt barst okkur að Riða hefði greinst á bergstöðum í Miðfirði sem hingað til hefur verið hreint svæði af Riðu. Þetta er stór mál og mjög slæmar fréttir fyrir bændur í Borgarbyggð þar sem afréttarlönd Borgarfjarðar og vestur Húnvetninga liggja saman. Mjög brýnt er að tryggja eins og kostur er og gera allt sem hægt er að gera til að koma í veg fyrir samgang fjárstofna á milli þessara svæða og því mikilvægara nú en í mörg undanfarin ár að sóttvarnargirðingar séu í lagi. Minnihluti sveitarstjórnar Borgarbyggðar leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki eftirfarandi bókun sveitarstjórnar Borgarbyggðar. Sveitarstjórn Borgarbyggðar skorar á matvælaráðuneytið og matvælastofnun að auka verulega fjármagn í viðhald á sauðfjárveiki varnargerðingum milli Mýra og Borgarfjarðarsýslna og Húnavatnssýslna. Sérstaklega í ljósi frétta riðusmit í Miðfjarðarhólfi. Takk fyrir það. Sigrún Ólafsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil bara taka undir með Sigurði varðandi þessi mál. Þetta er grafalvarleg staða og það er svo stutt hérna á Borgarfirðinum og þarna yfir og bara heilt yfir á landsvísu að þá held ég að það þurfi í raun og veru að gera stóra átak í þessum málum. Við í umhverfis- og landbúnaðarnefnd erum búin að taka þessi girðingamál fyrir í nokkur skipti og við erum að fara að funda í fyrramálið til dæmis og þar er þetta mál á dagskrá og við lítum þetta mjög alvarlegum augum. Og ég í raun og veru sé þetta bara fyrir mér að þetta er virkilega þarft að í raun og veru þessi málaflokkur fái bara aukna athygli, auki fjármagn og þetta verður bara sett í þetta mikill þungi á landsvísu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir. Ég þykist vita það að þið eigi eftir að taka þetta til umræðu inn í þinni nefnd, umhverfis- og landbúnaðarnefnd og varðandi bókun Sigurðar að er sveitarstjórn öll ekki bara sammála því að taka undir þessa bókun? Já, samhljóða. Eru einhverjir sem vilja taka þetta málsfrekar? Nei. Jú, fyrirgefðu, Davíð Sigurðsson. Forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég tek bara heilshugar undir þessa bókun og bara legg til að við leggjum hana fram í nafni allra sveitarstjórnar. Takk. Takk fyrir það. Það er held ég bara þá ágætt að þetta verði loka orðin á þessum fundi, þessi bókun sem kemur frá minnihlutanum og Sigurður las fyrir okkur og sveitarstjórn öll hefur samþykkt að leggja fram í sínu nafni. Þá er dagskrá tæmd á þessum sveitarstjórnarfundi Borgarbyggðar nr. 238.
Ég þakka fyrir góðar og málefnalegar umræður. Þakka áhorfendum fyrir að sitja og hlusta á okkur. Ég vil óska liðinu okkar, Skallagrimi, sem nú að fara að keppa fljótlega í Hveragerði, allsins besta. Þetta öflugt og flott lið, það búið gaman að fylgjast með þeim í vetur og búið að sjá þetta lið vaksa og þetta verður spennandi leikur. Ég segi þessu fundi slitið og þakka fyrir.